Þetta er verkefni 23 lögbækur liður 11 og við ætlum að setja síðu, haus og fót á skjalið. Í ritgerðum þá er yfirleitt aldrei haus eða fótur á forsíðunni eða blaðsíðutal. Það sama á við síðuna þar sem efnisyfirlitið og fleiri yfirlit er á. Þó eru nokkrar undantekningar og það getum við gert af því að við erum búin að setja inn kaflaskilin hérna, section break, next page. Þá getum við sleppt haus og fót á því sem á undan er komið, færum okkur niður á síðu 3. Við sjáum blaðsíðutali hérna neðst á verkefnaslóni vinstra megin, tvísmelli svo á haus svæðið. Við gætum líka farið í insert header and footer. Þarna þurfum við að byrja á því að slökkva á different first page og aftengja hausinn við það sem er á undan, kaflan á undan. Þannig að bæði taka hakið á different first page og slökkva á link to previous og þá getum við sett inn nafnið ykkar og áfangaheitið, fært ykkur yfir á hægri spássíðu og þar ætlum við að setja heitið á skjalinu. Document info hér á flipanum header and footer. Ef þið eru á Makka þá þurfum við að velja field og svo undir því file name. Hér veljum við file name, setjum svo 10 punkta letur eða minkum það aðeins og setjum línu undir. Síðan ætlum við að færa okkur niður í fótsvæðið og setja þar inn blaðsíðutalið. Veljum þá aftur header and footer hér og við þurfum að passa að aftengja fótinn líka við kaflan og undan, slökkva og link to previous og þá sjáum við líka að það datt út hérna tengingin. Við ætlum að miðja fóti að blaðsíðutalinn í fæti, velja page number, passa að velja current position því þá kemur blaðsíðutali bara það sem bendillinn er. Nú fáum við þetta svona, 0 og það hentar ekki, þannig við veljum þetta og förum svo í page number og veljum hérna format page number og ég ætla að láta þetta byrja á blaðsíðu 3, sem sagt númeringuna á blaðsíðutalinu. En það haldi samt ekki áfram. Segjum svo OK og þá sjáum við þá er komið hér blaðsíða 3 og ég minnka letrið á þessu líka. Tvísmelli svo aftur inn í textasvæðið og við getum haldið áfram.